Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland fundarstjórn forseta. Já, frú forseti, mig langar að koma hérna upp. Ég er nú alltaf of sein að banka í borðið þegar ég á að gera það, þannig að ég verð að nýta mér þetta tækifæri. Ég vil þakka fyrir þessa hlýju móttökur sem þið eruð að veita hér foreldrum og öðrum sem eru í sorg með því að styðja þetta góða mál sem við vorum að klára hér áðan. En ég kem nú líka hérna til að nefna það sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fullyrðir hér, að með því að hafa afnumið þessa samsköttun hjóna eins og var rætt í gær, þá séum við hugsanlega að rífa þetta allt til baka. Þá skal tekið fram að einstaklingur og hjón eða einstaklingur með 1,5 milljón króna í laun, hann mun í rauninni missa 14.000 krónur á mánuði. Einstaklingur með 1,8 milljónir í laun, hann mun missa 23.000 krónur á mánuði. Þetta segir nú konan sem í raun og veru hefur verið að kalla eftir því ítrekað að við tækjum nú bara persónuafsláttinn af okkur sem erum efnameiri og færðum þau niður til þeirra sem eru efnaminni. Þannig að mér langar bara að koma því fram að það er enginn undir 1.350.000 krónum sem mun skerðast við það frumvarp sem við vorum að samþykkja hér í gær. Til máls. Þögn í þingsal. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir, ræður fundarstjórn forseta. Já, frú forseti, ég ætla að gera athugasemd við fundarstjórn forseta vegna þess að það er ekki hefð fyrir því að fara í fundarstjórn í miðjum atkvæðagreiðslum. Og það að hæstv. ráðherra hafi ákveðið að gera ekki grein fyrir atkvæði sínu kallar ekki á það að hæstv. ráðherra geti komið hér í fundarstjórn og brugðist við. En það er alveg rétt sem hæstv. ráðherra segir, en þetta bitnar á millitekjufólki. Fólk sem er yfir 1.300.000 krónur á mánuði missir þessa samsköttun. Þeir sem eru að fá hámarkið 900.000 út úr fæðingarorlofssjóði, hæstv. ráðherra, og þetta er kannski að reikna dæmi betur. Til þess þarf að hafa minnstakosti 1.200.000 krónur til að fara upp í þetta hámark. Þannig að allir þeir sem eru yfir 1.200.000 krónum, þeir munu missa þetta. Og það er alveg ljóst að hæstv. ráðherra hafði engan sérstakan áhuga á þessu þegar hún lagði fram frumvarp þetta síðasta vor. Það voru aðrir þingmenn í stjórnarmeirihlutanum sem höfðu áhuga á því að horfa til þaksins. Það kom alveg fyrir fram í fyrstu umræðu hæstv. ráðherra. Hún var fyrst og fremst að horfa á þá sem minni hafa tekjur. Allt í góðu með það. Það er bara heiðarlegt. En það sem þessi ríkisstjórn gerði hér í gær var að ganga á millitekjufjölskyldunar. Venjulegt fólk, sérstaklega fólk í Suðvesturkjördæmi, og þeir höfðu meira að segja fyrir því að láta ráðuneyti gera sérstakt minnisblað það. Forseti biður hv. þingmenn að virða ræðutímann sem er 1 mínúta undir þessum lið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir, og ræður fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég kem hér upp til að gera athugasemd við fundarstjórn forseta. Því að hæstv. forseti hefur nú verið duglegur við að minna okkur það til hvers liðurinn fundarstjórn forseta er og reyndar aðrir liðir hér í þessu þingi. Og er það til ómikils mælst að hæstv. ráðherrar fylgist með og læra það eftir allan þennan tíma og sitjandi í hæstv. ríkisstjórn hvenær á að koma upp og undir hvaða liðum? Er það til ómikils mælst og er það ekki bara lágmarksvirðing gagnvart kollegum sínum á þingi? Beini þessu til hæstv. forseta. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Guðlaugur Þór Þórðarson, og ræður fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur og hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur, og mín spurning er bara einföld og hún er eitthvað sem verður að svara. Gilda sömu reglur fyrir alla hv. þingmenn þegar kemur að fundarstjórn forseta? Við erum hér með ítrekuð tilmæli sem að reyndar hafa gengið lengra heldur en við höfum séð frá forseta á undanförnum árum. En þegar að hæstv. ráðherra augljóslega gerir eitthvað sem er algjörlega þvert á það sem er í þingsköpum og hefur verið margítrekað að forseta ætti ekki að gera, að þá er engar athugasemdir.
Þannig að virðulegi forseti, ég vil fá að vita það, af því að það stendur ekki í þingsköpunum, eru mismunandi reglur fyrir hv. þingmenn og eru sérreglur fyrir hæstv. ráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen, til fundarstjórn forseta. Já, frú forseti, það nú dapurlegt að í fyrsta skipti hér í marga daga séu að ná góðri samstöðu mjög mikilvægt mál fyrir barnafjölskyldur í landinu og stundin nú kannski svolítið litið á því að hæstv. ráðherra kemur hér upp í fundarstjórn forseta af því að atkvæðagreiðslan fór fram hjá henni. Ég bið hæstv. forseta að beita sér fyrir því að ítreka það við ráðherra og stjórnarliða hér að fylgjast með atkvæðagreiðslum. Við fengum nú ágætisfund með forseta fyrir vikunni þar sem hún brýndi okkur þingflokksformenn einmitt til þess að ræða við okkar fólk að við séum með augun á boltanum í þessum löngu atkvæðagreiðslum sem getur stundum verið flókið. En ég veit ekki hvort að þingflokksformenn stjórnarflokkanna hafi skilað því til sinna þingmanna en ég geri nú ráð fyrir því og ætla að gefa þeim það. En þetta ekki gott fordæmi sem að ráðherra að gefa hér þingmönnum í dag því að ég veit ekki hversu langt þinghaldið verður ef að við ætlum einhverja einustu atkvæðagreiðslu að koma hér eftir á í fundarstjórn forseta til að gera grein fyrir okkar atkvæði. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigríður Á. Andersen. Forseti, ég fyrir mitt leyti fagna þessu uppistandi hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra hér undir þessum lið og til þess eins að upplýsa okkur það að hún náttúrulega ekki mjög mikið inn í þessu úrræði sem að sú heimild sem hún fjallaði heimild samskattaraðila til að nýta ónýtt þrep á milli skattþrepa. Hér las hún upp á síma sínum í þeirri viðleitni til þess að reyna að koma þeim misskilningi hér á framfæri að þetta úrræði gagnist einstaklingum. Las hér upp tekjur einstaklinga og þeir myndu þurfa að sjá af einhverjum þúsundköllum. Úrræði sem ræðir gagnast hjónum og fjölskyldum. Það ekki það að ræða að sú heimild sem hæstv. ríkisstjórn var að fella niður hafi átt að gagnast einstaklingum, heldur hjónum og fjölskyldum þeirra. Hjónum. Og það afleitt að hæstv. ráðherrar komi hér undir þessum lið til þess að halda fram slíkum falsupplýsingum og auki á upplýsingaóreiðuna sem næg fyrir í þjóðfélaginu. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Já, frú forseti, ég bara algjörlega á sömu blaðsíðu og hv. þingmaður Sigríður Andersen. Þetta var með ólíkindum að hæstv. ráðherra Inga Sæland kæmi hér upp og tala fólk með 1.500.000. Þetta snýst heildartekjur heimilisins. Því langar mig bara að spyrja hæstv. ráðherra sem hins vegar farin úr salnum, hún gerir þetta, verðum uppþótt, svo koma hæstv. ráðherra aðrir eða meirihluta þingmenn og ýtir út úr salnum svo valdi ekki meiri usla. Það sem gerðist áðan. En ég vona að ef hún hérna frammi að hún heyri í mér vegna þess að mig langar að spyrja hæstv. ráðherra. Finnst henni 750.000 krónur allt og mikið? Finnst henni að fólk sem með 750.000 krónur laun geti líka fengið mikla skattahækkun á sig vegna þess að það sem hún sagði hérna áðan? Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón Pétur Simson og ræðir fundarstjórn forseta. Frú forseti, það hefur verið athyglisvert að fylgjast með fundarstjórn forseta hér síðustu daga. Hvernig forseti að mínu mati gætir ekki jafnræðis. Hér höfum við hæstv. ráðherra talandi í atkvæðaskýringum og öðru slíku sem var 1 mínúta en tala vel á 3 mínútu. Átölulaust. Hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar fara helmingi styttra fram úr tímanum og þeim lesin pistillinn, hv. forseti. Nú kemur hér hæstv. ráðherra í atkvæðaskýringu og fer í fundarstjórn forseta og kemst upp með það átölulaust, frú forseti.
Það er eitthvað að þessari fundarstjórn, frú forseti. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Frú forseti, og hefur forseti verið mjög bjölluglaður síðustu daga og minnt okkur rækilega á til hvers þessi liður er, þó að hér hafi reyndar ekki verið stað neitt nýtt í því hvernig þessi liður hefur verið nýttur í gegnum tíðina. Langt í frá. Það vita allir sem hafa fylgst með Alþingi Íslendinga til einhverra ára. En við höfum fengið miklar skammir frá frú forseta fyrir minnstu yfirsjónir í þessum efnum, fyrir örfáar sekúndur á tíma. En átölulaust getur hæstvirtur ráðherra nýtt þennan lið í atkvæðaskýringu án þess að það séu gerðar við það athugasemdir. Eftir að hafa afgreitt hér, ekki síst fyrir þá sem eigum sárt að binda vegna missis, mjög fallegt mál í mikilli samstöðu, sá hæstvirtur ráðherra ástæðu til að nýta sér slaka fundarstjórn til að hleypa hér öllu upp. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jens Garðar Helgason, og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, þessi fundarstjórn er náttúrulega hið mesta sprell. Hér kemur upp hæstvirtur ráðherra og upplýsir okkur þingmenn það að háttvirtur ráðherra hefur nú ekki hundsvit á því máli sem að hér er ræðir og hefur litla sem enga þekking á því eða mikinn misskilning það hvað málið er. Sjálfur var ég vitni hérna því þegar að sami ráðherra hæstvirtur vildi fara í andsvör við þingmann sem var að gera grein fyrir atkvæði sínu og þetta var það náttúrulega ekki hægt. En þar sem ég nú bara búin að vera tæpt ára á þingi, virðulegu forseti, þá velti ég fyrir mér, og það hefði kannski verið gott að vita það þá áður en fórum í allar svo atkvæðagreiðslur, en svona upp á framhaldið, er það þá þannig, virðulegu forseti, að ef ég gleymi að koma og gera grein fyrir atkvæði mínu er of seinn, geti þá farið bara í fundarstjórn núna í framhaldinu og beðið að fá að þá gera grein fyrir atkvæði mínu í framhaldinu. Ég bara svona velta þessu fyrir mér. Það hafa ekki fleiri beðið orðið og forseti vill taka það fram að hefur meðtekið það sem hér hefur verið sagt.